Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Ég heiti Ingólfur Snær. Og þú ert hér staddur á þessu stóra og flotta málþingi. Ertu búin að hlusta á öll erindin? Já, ég hef reynt að hlusta svona eftir bestu getu. Ég er aðeins að aðstoða líka og svona, þannig að þú veist, já, þetta lítur mjög vel út og bara skemmtilegt og vonandi bjartir tíma framöndan. Já, þegar þú segir bjartir tíma framöndan, ertu þá að meina bara svona almennt í fangelsismálum eða eitthvað svona sérstakt sem er hugleikið? Mér er náttúrulega bara hugleikið betrun. Ég var sjálfur í fangelsi á sínum tíma og ég brenn fyrir það að sjá menn einhvern veginn fá að blómstra og geta kannski nýtt þessa neikvæðu reynslu sem þeir hafa farið í gegnum í lífinu í að hjálpa öðrum og að breyta samfélaginu til góðs. Og frá því að þú laugst á afplánun, finnurðu mikinn mun á svona viðhorfinu í samfélaginu? Já, algjörlega. Ég meina, ég er að vinna fyrir Landspítalann og borgina og allt í dag bara eiginlega eingöngu út af reynslunni minni, þú veist, áður fyrr. Þannig að, já, ég sé breytingar og ég trúi því að það sé bara, að þetta sé bara upphafið, sko. Það er bara svolítið hannig, sko. Eru fólk í fangelsum vont fólk? Nei, alls ekki. Þú veist, þetta er yfirleitt bara einhver fólk sem hefur gengið í gegnum mjög dimma dali og þurfa kannski bara aðeins svona að þú veist, það þarf að rétta af viðhorfin, rétta af aðstæður og bara reyna að búa til einhvern veginn öruggan grundvöll til þess að þroskast og endurhæfast, sko. Takk hérlega fyrir þetta. Takk hérlega fyrir sömuleiðis. Byrja á að spyrja hvað þú heitir? Ég heiti Þóra Björg Sirjadóttir. Sæl, nú ertu stödd hérna á þessu flotta málþingi. Ertu búin að fylgjast með öllum erindunum? Nei, af því að ég er búin að vera í sjálfboðaliðastarfi hérna frammi að taka á móti eða gefa fólki svona miða. En ég er partur af afstöð, þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Hvaða þýðingu hefur afstaða fyrir þig? Mjög mikla þýðingu. Þetta er einhvern veginn, þetta var ekki í gangi þegar ég var í fangelsi fyrir 11 árum síðan og hefði mikið þurft að vera, en í staðinn þá fæ ég að vera með og fæ ég að fara inn í fangelsin og annað og sjá þetta verða veruleika, þetta sem er mjög vantaði þegar ég var inni. Þegar þú talar svona það sem þið vantaði þegar þú varst inni, væri það svona tengsl bara einhvern veginn eða einhvers konar skilningur eða hvað áttu við? Já, einmitt. Það sem þú varst að segja. Þessi tengsl og þessi skilningur og þessi jafningja grundvöllur. Það vantaði ótrúlega mikið þegar ég var inni. Þú segist hafa greint svona mikinn mun með tilkomu afstöðu. Finnurðu fyrir svona miklu mun í samfélaginu sjálfu með viðhorfi í garð fanga? Já, það er mikil vitundavakning, mjög mikil og bara mér finnst vera bara það er náttúrulega ótrúlega mikil samfélagsbreyting en ég held að þetta sé eitthvað sem að þurfi að eiga sér stað bara þannig við getum átt betra samfélag. Takk hérlega fyrir þetta. Heimur fullt nafn? Gústi. Sæll Gústi. Ég sá þig á sviði, virkilega flott, takk fyrir góðan flutning. Þú hefur ákveðna sögu. Hver er svona, hvað þýðir samstaða? Svona afstaða meina ég fyrir þig. Afstaða? Þetta er bara, þetta er félagskapur sem spruttin af föngum. Ég man þegar þeirri menn voru að stinga saman nefjum í fangelsinu þar sem ég var nú í fangelsinu tíma. Þetta er bara, afstaða er félagskapur karla og kvenna, það sem að snúa að réttundum og baráttumálum fanga og aðstandenda þeirra. Þú sast sjálfur inni, greinurðu mikinn mun á viðhorfum fólks svona út í samfélaginu til fanga? Já, ég finn mun, það er svona eins og það er sem að sé miltisbrandur sem að mæti sem staðar. Þá líður fólki bara illa og þau hugsa bara hvað sem það er að gera hér. En bak við fangan og afbrotamannin er bara manneskja skilur sem hefur grunnþarfir aðri, sko. Mikið rétt. Færðu svona á vegum afstöðu heimsóknir í fangelsin? Nei, ég er í fangelsi. Þú ert í fangelsi? Þú ert afplánun núna bara? Ég er í afplánun og ég er bara fangi og þar er ég bara já. Og þú tekur bara svona hverjum degi eins og hann kemur? Já, fyrir dagur er bara lífsgjöf, það maður verður svolítið að horfa á það.
við verðum, allan ég er bara orðin þannig, kannski maður komið BA í úttekt en það er bara að taka fyrir degi sem bara upp á nýju lífi. Hvað myndir þú segja væri svona mikilvægast fyrir þér sem situr nú í afplánun að verði að veruleika svona varðandi viðhorf, varðandi bara umhyggju og allt svona utanumhald fyrir fanga? Það vantar bara, eins og þeir segja alltaf, vantar pening í kerfið. Það sem vantar meiri þjónusta, það þarf meiri sálfræðinga, það þarf meiri geðlækna. Við erum að átta okkur á hverju fangi í fangelsi og það þarf að gera eitthvað í því og það sem við þurfum að gera svolítið að taka utan um einstaklinginn og við þurfum að meta hvern og einn. Við getum ekki bara hort á 10 og það eru bara allir eins þessi 10, það erum ekki allir eins, við erum 10. Myndirðu segja að fjölgun fanga væri þá frekar svona samfélagslegt vandamál? Það væri eitthvað í samfélaginu okkar sem að svona rekur fólk út í að gera hluti sem að eru ólöglegir og við ættum að horfa það út frá því frekar heldur en að kannski svona plástravandan með því að loka bara og læsa fólk inni. Já, við eigum klárlega að horfa á einstaklingin sem einstakling. Og þetta skilur að henda manni bara í fangilsi og halda það lagi samfélagi, það gerir ekki neitt sko. Að við skulum það skulum vera fjölgun af föngum en ekki fjölgun af rýmum. Þá byggja nýtt fangilsi sem á rúma 120 þegar það er fullt gert en rétt 90 þegar það núna á notkun, hvernig sem það kemur í notkun að segja það og loka öðru sem 80 manna. Það engin lausn. Ég sé fyrir mig fleiri opin fangilsi, 200 manna fangilsi, þar sem við gætum gert alvöru miðstöð, endurhæfingarstofnun miðstöð, þar sem við tökum einstaklinginn, hver einn mættur þar sem hann er. Frábært, látið það bara vera að loka orðin, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Lífið fallegt þó maður sé í fangilsi. Ég vakna upp og ég horfi þakklátum augum á lífið. Ef ekkert af þessu hefði orðið, þá ætti ég ekki þetta fallega líf. Sundursskotin með orðum sem ég bryð og veiti með orðum. Öfundin flesta drepur meðan samkenndin fer á önnur með. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.